á fyrsta degi hér, á föstudaginn þá nefndum við, fórum við að tala um vallarmetin og Fiffó var fljótur til og útbjóð það bara skjal hérna fyrir okkur þá kvöldið og ég með það hérna útbrentað frá honum. Þar meðal annars nefnt hérna vallarmetið í kúluvarpi kvenna með 4 kg kúlu. Það átti Erna Sóli Gunnarsdóttir sem að keppa núna og hún kastaði hér í 2022 16.47 en hún búin að kasta í fyrsta kasti 16.68 þannig að þetta nýtt vallarmeti henni. Ekki að klappa fyrir því. Og það í fyrstu umferð, hún getur bætt þetta vallarmet í seríunni. Og ég vil ítreka það í sambandi við tímaseðilinn á boðhlaupin að karla boðhlaupið heldur sínum tímaseðili en kvenna boðhlaupið færist aftur fyrir karla boðhlaupið vegna tafa þarna í kúluvarpi kvenna og reynum að leysa þetta með þessum hætti og þær karlarnir verða á undan í boðhlaupinu. Já, og þriðja að loknum 8 kostum í þriðja verði í Kringlunni á Guðni Valur með 54.93, Mímir með 51.83, Hjálmar Vilhelm með 42.95, Sigursteinn Ásgeirsson 40.71, Róbert Elí með 37.37, Jón Bjarni Bragason með 37.33, Þorsteinn Pétursson 35.51, Vésteinn Lofsson 35.29 og Kristján Kári Ólafsson 34 sletta.
Já, í Kringlu kvenna eftir 10 kosti í annar umferð þá er Erna Sóley Kastaleng 1668 og Katrín Ósk Já, Erna Sóley var að kasta 16,86 í kúlunni, bæta sig, fyrsta kast var 16,68, nú er það 16,86, það snúast við stafinir þarna, sentimetrunum, en þá nýtt vallamett, hún setur nýtt vallamett á kortursfresti. Við erum konum nýtt vallamett í þrýstekki 14,50 þegar Guðjón Dungbar Þorstensson og Fjölni. Þannig að alveg rignir niður metunum hérna hjá okkur vallametunum. Metið var 14,34 hjá Bjarkar Rúnari Kristinsinni Breiðablik frá því 2018. Og þá er næsta hlaup er 400 metra boðhlaup karla á tímasetnið 14:20. Kvennaboðhlaupið færist aftur fyrir karlaboðhlaupið.
það er búið að endurraða vantarlega í kúlunni hjá konunum. Það eru 8 sem fara í úrslit, fá þá 3 kosti í viðbót, en það eru 11 skráðar til leiks og samkvæmt hérna því sem er á skjánum þá er Auður Aðalbjarnardóttir Fjölni að kasta næst. En alltaf sé ekki að það verið endurraða. Já, það er þriðja umferð stendur yfir fyrirgefið. Það er ekki búið að endurraða, en Ísold á síðan að vera tilbúin. En já. Já, það er framöndan er 400 metra boðhlaup karla og þar eru FH-ingar sem eru með flesta titla frá upphafi með 24 Íslandsmeistaratitla frá upphafi. K-eringar hafa unnið 20 titla, I-eringar 16 og ármenn 12. Svona er nú staðan á titlafjöldanum í karlaflokki í 4x400. Á skjánum að Erna hafi verið að bæta sig upp í 17.09 í kasserinni. Hún var búin að setja vallarmet hérna 16.68, síðan 16.86 og ef þetta lífur ekki á spjaldið á okkur hérna, þetta er nú ekki komið reyndarinn í tölvuna, en 17.09, þriðja vallarmeti hér í röð og það var eins og með mig sagði það tekur korter hvert mót. Þeirra hef ég keppni í 4x400 og nú þarf mummi að taka við. Íringar eru hérna líklega með fórustuðu sýnist okkur og þá Fjölnismenn og þeir skipta núna aðeins á eftir þeim og BSD er þar á eftir en A-sveitin leiðir og B-sveitin hérna í þriðja en Fjölnir þar á milli og það gildir að hvetja alla leið. Íringar stefna á sinn 17. titil frá upphafi. Ég er ekki með listan hérna fyrir frá mig frá sigurvegarum frá upphafi en ég veit ekki til þess að Fjölnir hafi unnið þessa greina, það gæti þó verið. Og áfram leiðir IR og Eikur heldur forystuna. Fjölnir í öðru sem fyrr.
Guðn að kasta hann núna samkvæmt þessu á skjánum allavega og líklega var hann að bæta sig 56-16 en þá það síðasti spretturinn og það stefnir í allt í það að Íringar ná hér í 17. titilinn í 4x400. Og við hvetjum þá kappa hérna á síðasta sprettinum. Þið að keppa í klukkuna líka. Og veit ekki hvað metið en það allavega hægt að stefna því. Og Fjölnir tryggir sér hér vantarlega annarsettið en þá reyndar eftir að fara yfir hvort þetta hafi ekki alltaf verið löglegt. Skiptingar. Gerum ráð fyrir því. Og við klöppum vel fyrir bronssveitinni B. Flott strákar. Já, þá erum komin úrslit í 400 metra boðhlaupi karla. Og þar það sveit IR sem sigurvegari, sveit Fjölnis í öðru og B-sveit IR í þriðja. Og við myndum bara taka verðlaunafendingu núna að strákar þannig að farið bara í gallan og svo tökum við verðlaunafendingu og farið ekki á svæðinu. Þetta verðlaunafendingin tilbúin eftir 1 mínútu. Já, þá það verðlaunafending í 400 metra boðhlaupi karla. Eru komin þarna piltarnir og Silja Úlfarsdóttir og Steinun að afhenda verðlaunin. Silja 7-faldameistari í 100 metra hlaupi. Og í þriðja sæti í 400 metra boðhlaupi karla var B-sveit IR hljóp á 3:50:31. Og í öðru sæti síðan sveit Fjölnis á 3:35:58.
og svo ég haldin áfram að segja söguna, þá er Silja 10-faldur meistari í 400. Þannig að hún er örugglega einhvern tímann hlaupið boðhlaup einnig. En Íslandsmeistarar í 400 metra boðhlaupi karla, Sveit IR, hljópa 3:26:29. Það er mikið með árangurinn og takk fyrir þáttökuna. Þá fer nú alveg að klárast keppni í Kringlukasti karla. Það eru í 7. umferði eru 6 köst frá og Guðni Valur leiðir með 56,16 metra. Mímir Sigurðsson öðru og Hjálmar Vilhelm í 3. Spurningu ef þið heyrið í okkur hérna í kúlunni að það er eins og að þið séu ekki að vista inn úrslitin, að það kemur ekki allavega á skjáin hjá okkur inn á mótaforritinu. Við sáum að hún kastaði þarna yfir 17 metra áðan, hún Erna, en það kemur ekki inn á úrslitin. Og við erum konum með lokastöðuna í Kringlukasti karla. Þar var Sigurður Guðni Valur Guðnason IR, kastaði 56,16 metra. Öðru sæti Mímir Sigurðsson FH 51,83. 3. Hjálmar Vilhelm Rúnarsson HSK Selfoss með 42,95. Þessi 3 komið svo að verðlaunapalli. Við afhendum verðlaun fyrir Kringlukast og svo þar getum við einmitt tekið verðlaun líka fyrir kúluvarp karla sem við geymdum að því að það voru kúluvarpar í Kringlu. Já, þetta er þá 11. titill Guðna Vals í kúluvarp í Kringlukastinu. Og þá getum við tekið líka verðlaunafhendingu í kúluvarpi karla. Þar eru 3 efstu Sigursteinn Ásgeirsson IR, Benedikt Gunnar Jónsson IR og Mímir Sigurðsson FH. Ef þessi 3 kappar verður tilbúinir til verðlaunafhendingar í kúluvarpi karla. Og svo er það Kringlukast karla einnig, fá 3 fyrstu þar. Pétur Guðmundsson ætlar að kíkja til okkar hérna í þulaskúrin.
Það er kaffi í boði. Og Markus býður eftir þér. Já, verðlaunafending í kúlvarpi karla. Verðlaunafending í kúlvarpi karla. Sigursteinn Ásgeirsson, Benedikt Gunnar Jónsson og Mímir Sigurðsson. Og síðan er það í kringlukasti karla að fá 3 fyrstu á verðlaunapall. Verðlaunafending í kringlukasti karla að fá 3 fyrstu þar á pall. Það er Guðni Valur Guðnason IR, Mímir Sigurðsson FH og Hjálmar Vilhelm Rúnarsson HSK Selfoss. Þessi kappar í kúlu og kringlu myndu nú kíkja við hérna verðlaunapalli og taka við verðlaunum. Kúlu og kringlu karla. Að því að við erum svona í upptakti hérna fyrir 100. móti sem er á næsta ári og þar verður vonandi enn frekar sögð sagan. En Pétur Guðmundsson, sunnlendingur hér, flóamaður, hann afhendir verðlaun en hann er 11-faldur meistari. Hann vann 11 titla frá árunum 1982 til 2002 á 20 ára tímabili og fyrir vel á því að hann afhendi hér verðlaun og Steinunna sjálfsögðu hjálpar hann við það. Þetta er í kúlu. Þá er það verðlaunafending í kúluvarpinu. Ég var nefnilega búinn að kalla kringlukastana líka, búinn að blanda þessu saman. Það er í kúluvarpinu, það er í 3. sæti Mímir Sigurðsson FH, kastaði 12.89. Í öðru sæti Benedikt Gunnar Jónsson IR, kastaði 13.88 og Íslandsmeistari Sigursteinn Ásgeirsson IR með 16.49. Það er hamingjustrákar árangurinn. Takk fyrir þáttökuna. Og þá tökum við Sigursteinn að tryggja sér hans titilin í röð og þá tökum við næst kringlukast karla. Það er Pétur afhendir verðlaun fyrir kringluna líka. Og það er Guðni Valur, Mímir og Hjálmar Vilhelm. Þar var í 3. sæti Hjálmar Vilhelm Rúnarsson, HSK Selfoss, kastaði 42.95. Í öðru sæti Mímir Sigurðsson FH, kastaði 51.83. Og Íslandsmeistari Guðni Valur Guðnason IR, kastaði 56.16. Og Guðni er margfaldur meistari. 11. titill hans í kringlu. Til hamingju.
Og þá eigum við aðeins eftir eina einstaklingsgrein, það er kúlvart kvenna, eigum eftir að fá endanlega niðurstöðu þar. Og svo er það 4x400 metra boðhlaup kvenna sem á eftir að fara fram. Það finnur nú ekki velun fyrir en það er búið að hlaupa. Já, við nefndum Pétur hérna áðan sem var afhenda velunin, hann auðvitað vann kúluna hvað eftir annað, hann vann líka Kringlu, sýnist nú bara í eitt skiptið en það var samt meir en margur, hann vann hér 1998 titilinn í Kringlu líka. Þá er það 4x400 metra boðhlaup kvenna, það eru 3 sveitir, það eru á 3. braut B-sveit IR, á 4. braut sveit Fjölnis og á 5. braut sveit IR. 3 sveitir í 4x400 boðhlaupi kvenna. Þær eru væntanlega að fara að gera sig klárar og við þurfum að fylgjast vel með, þannig að við klikkum ekki á því að vera kjástandi hérna þegar startið er. En í kvennaflokki er staðan svo í titlafjölda að IR-ingar hafa unnið 18 sinnum, FH-ingar 15 sinnum og HSK-sveitin hefur unnið 5 sinnum og væntanlega einhverju þarna á milli, ég skrifaði nú bara 3 held ég en það er hérna ég ætla að segja líka að, hérna, að Íslandsmetið er 3:10:36 hjá landsveit en hjá sveit svona sem er ekki landsveit, það er FH á Íslandsmetið þar 3:16:16, mótsmetið er 3:19:45 og við hefum verið að nefna vallarmetin hérna líka og við reynum að finna, segjum frá því hérna rétt komið síðar. Sveit IR hljóp kvennasveitin hér árið 2019 á Selfossvelli á 4:05:11, það er vallarmetið í 4x400 boðhlaupi kvenna. Þannig að þið þurfum að hlaupa á betri tíma heldur en 4:05:11 til að ná vallarmetinu. Og við erum kannski ekki verið mikið að minna hérna á sjóppina hérna rauðu en krakkarnir eru hér að selja hér ýmsan varning þar til fjáröflunar og hvet ykkur til að líta við hjá stelpunum, krökkunum þar í þessum mikla skúr hérna við hliðin á Selfosshöllinni.
Já, mér sýnist á öllu að það sé lokið keppni í kúluvarpi kvenna og við þurfum að fá úrslitin uppfærið. Það eru tilbúnar í rásinblokkinnar, stelpunnar í 4x400. Við erum ekkert látnir vita og fylgjumst ekki með. Það eru farnar á staði í 4x400. Ég held að við mummi þurfum að fá hérna meira kaffi. En það væsir ekki okkur hérna í skúrnum. En mummi finnur út úr úrslitunum í kúlu. Það þarf að setja það svona með gamla laginu hérna á blöðum. Það fer ekki inn í tölvuna. En vantarlega klárum við bara hlaupið ekki og afhendum svo vel inn í kúlu. Við sem allavega 3 vallarmetum í kúlunni. Það skipta fyrstar ír stúlkur. Fjölnir nummer 2 og BSC ír. Þetta er bara endur tekið efni frá köllunum. Það er Arsveit ír, Fjölnir nummer 2 og ír B nummer 3. Já, biðum vantarlega veluna hafa í kúluvarpi kvenna að vera tilbúin að mæta til velunafndingar. Við klárum boðhlaupið að sjálfsögðu. Ég er sveitin allar að taka þetta sýnist mér örugglega en eins og ég nefndi hérna áðan að þá er sveitin, sigursælasta sveitin fyrir upphafi, þær eru með 18 titla, FH með 15 og hér gætu það náði í 19. titilinn. Og það er allt í lagi að hvetja meira. Það bætir tíman ef maður fær hvetningu. Vallarmetið er 4, hvað sagði ég áðan, 4.05. Við höfum fletta því upp eftir náttúr. Og þá er það síðasti sprettur, vallarmetið gæti verið í hættu. Það er að einhver að keppa allavega fyrir utan að ná hér titli. Íslandsmetið er, hvað sagði ég? Íslandsmetið er í liðum, er það 3.40.75. Það er ekki í hættu en vallarmetið er 4.05. 11. Mótsmetið er heldur ekki í hættu, það er 3.47. En vallarmetið er í hættu ennþá. Hún sér hérna síðasti keppandinn að það er 4.05. Það er eitthvað að keppa, fara í markið. 4.05 og það er nýtt vallarmet.
Það er ekkert annað. Það var eins gott að FIFO brentaði út fyrir okkur vallametinn hérna. Þetta er að það falla hverja öðru. Það verður að eyða í nýtt blað. Já, BSVDR er að koma í mark í 4400 og við tökum þá úrslit í kúluvarpi kvenna. Þar var sigurvegari Erna Sóley Gunnarsdóttir IR, kastaði 17.09. Það er nýtt vallarmet, hún bætti það á korters fresti núna í dag, setti 3 sinnum vallarmet. Í öðru sæti Irma Gunnarsdóttir FH kastaði 13.21 og í þriðja sæti Katarína Ósk Emilsdóttir IR með 12.95. Ég ætla að biðja þessar 3 dömur að koma að verðlaunapalli og Pétur, þú afhendir þeim verðlaun. Steinum sér þetta með þér og vísa þér á réttan stað. 17.09. Nýtt vallarmet í kúluvarpi kvenna 17.09. Það er sem sagt Erna Sóley í fyrsta, Irma í öðru og Katarína Ósk í þriðja. Kúluvarparar kvenna ætli þegar koma verðlaunapalli 3 fyrstu. Taka við verðlaunum. Pétur Guðmundsson afhendir verðlaun. Verðlaunafhending í kúluvarpi kvenna og síðan tökum við verðlaunafhendingu í 400 boðhlaupi kvenna. Kvenfólki á síðast orðið hér í verðlaunafhendingum. Kúluvarp kvenna verðlaunafhending Erna Sóley, Irma og Katarína Ósk. Það er ekki einhver staðar í kallværi hérna. Endilega. Og afhendur svo verðlaun fyrir 400 metra boðhlaup kvenna og síðan eru það sérverðlaun. Fjórar verðlaunafhending í kúluvarpi kvenna, 3 fyrstu, kúluvarpi kvenna. Þær eru að koma. Erna Sóley, Irma og Katarína Ósk. Já, þær eru komnar allar þarna. Glaðbeittar í verðlaunafhendingu í kúluvarpi kvenna. Þar var í þriðja sæti Katarína Ósk Emilsdóttir og IR kastaði 12.95. Í öðru sæti Irma Gunnarsdóttir FH kastaði 13.21 og Íslandsmeistari Erna Sóley Gunnarsdóttir IR kastaði 17.09. Nýtt vallarmet á Selfossvelli, 3 bætti það. Eins og ég sagði að hann bætti það á kortersfresti í dag, vallarmetið. Það er mikið með árangurinn. Takk fyrir þáttökuna. Og þá er það úrslit og verðlaunafhending í 400 metra boðhlaupi kvenna. Það er sveit IR, sveit Fjölnis og BSveit IR. Stelpur ætlið að koma að verðlaunapalli í 400 metra boðhlaupi kvenna. Drífa sig.
drífa sig að pallinum. Pétur, þú afhendir boðhlaups-verðlaunin. Pétur Guðmundsson, þú ert mjög boðhlaupslegur á baki, þú afhendir þetta líka. Og það er verðlaunafhending í 4x400 metra boðhlaupi kvenna. Þar var í þriðja sæti BSV Dýjar, hljóp á 4:40:95. Og svo er það sérverðlaunin eftir þessa afhendingu. Og í öðru sæti er Sveit Fjölnis, hljóp á 4:15:28. Og í Íslandsmeistarar-sveit ÍR hljóp á 4:04:87. Til hamingju með árangurinn, stelpur. Takk fyrir þátttökuna í dag. Næst eigum við eftir að afhenda hér sérverðlaun samkvæmt reglugerð mótsins, þá eigum við að afhenda hér bæði karla og kvennaflokki besta afrek karla og kvenna samkvæmt alþjóðlegri stöðutöflu, og ég nefni hér þriðja sæti. Þriðja besta afrek mótsins í kvennaflokki er Irma Gunnarsdóttir fyrir 3 stykk kvenna, 13:24 og gefur 1040 stig. Annað besta afrekið í kvennaflokki gefur 1066 stig. Því náði hún Birna Kristín Kristjánsdóttir Breiðabliki fyrir lánstökk, stökk 6:31. En besta afrek mótsins vannst hér á fyrsta degi, það er Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir sem kastaði sleggjunni 71:38 sem er reyndar sjálfsögðu Íslandsmet og mótsmet og vallarmet og þaðan af meira. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir, er hún á svæðinu? Já, ég glemdi að nefna stígin, þau voru 1115. Er hún Guðrún, ég nefndi þetta við hana hérna á haustdaginn að hún yrði á svæðinu kannski, ef hún gæti. Hún er þarna. Ef við ekki að klappa vel hérinni, klappum hann á pallinn. Og bikarinn afhendir Sunnlendingurinn Þráinn Hafsteinsson, fæddur uppalinn hér á Selfossi og margfaldur meistari meðalans Íslandsmethafi fyrirhandi í tögþraut. Og er ekki myndavélin úti? Við þurfum að fá mynd af henni. Ef þú ert til í að bíða aðeins, Guðrún, hérna hingra þarna því ég ætla að fá mynda okkur saman.
líka á eftir hérna að því að við ætlum líka veluna kallana hérna. Byrjum að sjálfsögða á kvenfólkinu. Þriðja besta afrek mótsins vannst hér rétt áðan. Guðni Valur Guðnason IR kastaði kringlunni 56-16 sem gaf 990 stig og þeir kastararnir þeir ætla að einoka þennan pall þarna því að spjótkastarinn Sindri Hrafn Guðmundsson kastaði spjótinu 76-35 sem gaf 1049 stig en nokkrum stigum betur 1083 og besta afrek mótsins þá hann Hilmar Örn Jónsson fyrir sleggjukast og það er 72-30 og það er Magnús Jakobsson fyrirhandi formaður Frjálslyndasambandsins sem afhendir bikarinn. Hann mætir hér eins og síðustu áratugina á mótin og er ekki Hilmar Örn hérna einhver staðar eða er hann heima við? Fulltrúi FH-inga er þá allavega ykkur hér, þjálfari eða formaður deildar eða félagi. Er ekki ykkur tilbúin til þess að taka við bikarnum í fulltrúi frá FH-inga tekur við bikarnum? Já, Hilmar er ekki mættur en félagi Hilmars tekur við þessu og klöppum vel fyrir Hilmari með besta afrek kalla en var ekki tekin mynd allavega við þurfum allavega að fá mynd af henni að bóttaka mynd þá er bara eftir að afhenda stigakeppnina og bikarinn hérna inni. Já, ágætu keppendur, þá er komið að loka niðurstöðunni í keppninni milli félaga og þar er UIA með 1, ÖFA með 2 stig, MSS með 3, Breiðablik með 6, HSK Selfoss með 7, í þriðja sæti Fjölnir, þetta er í kvennakeppninni, í þriðja sæti Fjölnir með 13 stig, FH í öðru sæti með 30,5 og í fyrsta sæti IR með 45,5 stig. Biðja íringunum að koma verðlaunapall að taka við verðlaunum og Þórdís Gísladóttir fyrir hástökkvari og sigurvegari meistari í mörg ár sem afhendir verðlaun.
og þá það lokastaðan í karlakeppninni og þar eru stigin raðastu þannig að Ármann fekk hálfstig, UMSS 2 ásamt Kötlu sem fekk 2, Breiðablik með 7,5, ÖFA með 10 stig, HSK Selfoss með 12 og í þriðja sæti Fjölnir með 15, í öðru sæti FH með 25 og í fyrsta sæti með flest stig 38 er IR í karlakeppninni. Gjörðu svo vel og stíð á palli Ýringar og taki við kenningu karlakeppninni. Og verðlaun afhendir Markus Ívarsson sem keppti í frjálsum til margra ára og Markus upphafsmaður að vera haldið utanum víðamannslaup hér í gamla Gullarbæjarhreppi sem heitir Flóahlaup og gerir það með miklum ágætum. Markus afhendir Ýringunum verðlaunin. Gjörðu svo vel. Markus á engan Íslandsmeistaratitil í fullorðinsflokki held ég en hann hefur starfað hér á hrjáðstamótum í áratugi og örugglega Íslandsmeistarinn nánast í því, alltaf tilbúin til starfa. Þá stigakeppni lokastaðan. Þann bikar ætlar að afhenda Guðmundur Kári Jónsson, heiðursformaður HSK og eins og hefur framkomið hér á mótinu þá hann nú fyrrverandi Íslandsmeistari í allavega 2 greinum, bæði þrístökki og lánstökki og fer vel á því að hann afhendi lokabikarinn og það er að taka mynd af strákunum en staðan þannig í lokastigakeppninni það er kannski ekki að koma á orð hver vinnur en Úja fær 1 stig, Ármann fær hálft stig, Úja 1 stig, Katla 2 stig, UMSS 5 stig, ÖFA 12 stig, Breiðablik 13,5 stig, í fjórða sæti HSK Selfoss með 19 stig, í þriðja sæti Fjölnir með 28 stig, FH í öðru sæti með 55,5 stig, en öruggi sigurvegarar eru Ýringar með 83,5 stig. Fáum Ýr sætina og hún þegar komin á sveið og fyrirliðin eða fulltrúi þeirra tekur við bikarnum úr hendi Guðmundar heiðursformanns og þá ekkert annað en að taka mynd og samfagna með Ýringum. Ég mæli með því að Mummi hér sem heimamaður á Selfossi og vallar þölur til líklega 50-60 ára ljúki mótinu og slíti því formulega. Já, ágætu keppendur, starfsmenn og áhorfendur. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir komuna hér helgina á meistaramót Íslands og meistaramót þeirra fötluðu líka einnig sem haldið á sama tíma. Þetta búið að ganga frábærlega vel, öll framkvæmd. Ég vil þakka starfsmönnum öllum fyrir frábært starf, góðan undirbúning, góða framkvæmd og sérstaklega gaman að geta þeirra hóp þessara ungu manna sem að sáu hér að vera með beina útsendingu hér frá mótinu alla dagana. Ég þakka ykkur endurtek kæra þakkir fyrir störfin, keppundum fyrir skemmtilega keppni, sigurvegurum, verðlaunahöfum, óskaði til hamingju með árangurinn í Ýringunum, sérstaklega til hamingju með heildarverðlaunin að svo mæltu leið og ég segi mótinu slítið óskaði.